Jæja, góð kvöldið. Eins og þið sjáu þarna, þá heiti ég Kristinn Ingi og er Ásgeirsson og hef þann titil að vera forstöðumaður aðgangskerfa hjá Mílu. Verið þið ekki alveg? Já. Við ætlum að ræða í kvöld sem sagt framtíð eða löguslegra væðingu Mílu og hvernig staðan er í dag og hvernig við sjáum þetta þróast í framtíðinni. Byrja nú á nokkrum orðum svona Mílu fyrir þá sem að kannast ekki við hana. Hafa aldrei heyrt á hana minnst. Síðan er högun ljósleiðarakerfa, uppbygging núverandi kerfa og skautið inn þarna smáum kóparkerfin og áður við förum aftur yfir í ljósleiðarakerfin og svo verður smá svona af hverju við völdum höfum valið PON kerfi í staðinn fyrir svokölluð point-to-point kerfi og endingu þá er farið í innanhúslagnir einhver leyti þó að ég sé svo kannski ekki sérfræðingur í þeim þá allavega hef ég einhverjar nokkrar glærur það. Míla. Við erum sem sagt fyrirtæki sem var stofnað 2007, 1. apríl, og ekki aprílgabb samt, en í dag eru það byrjum 140 starfsmenn, auk fjölda samstarfsaðila og verktaka allt land og við veltum svona 6 milljörðum á ári. Við erum, eins og kannski flest allir vita, gamla grunnfjarskiptanet Símans sem var fært þarna yfir í sérfyrirtæki. Það er samt ennþá í fullri eigu Símans sem er fyrirtæki á markaði líkt sumum allavega samkeppnisaðilum okkar. Míla er fullkomlega heildsölu fyrirtæki, selur ekkert held ég megi segja sem sagt beint til einstaklinga eða fyrirtæki. Það verður alltaf að vera fjarskiptafyrirtæki sem eru okkar viðskiptavinir. Við erum þar leiðandi yfir því að vera með opin net og veitum öllum fyrirtækjum aðgang á okkar netum á jafnræðisgrundvelli. Við bjóðum fjarskiptafyrirtækjum val hvaða raunni vilja fjárfesta mikil sjálf, hvaða raunni þau koma inn í okkar kerfi og nýta sér þau. En það er allavega lágmarki svokölluð aðgangsleið 1. Það er í símstöð eða tækjahúsum. Síðan komum kannski aðeins meira inn á aðgangsleið eftir. En við allavega teljum okkur hafa gríðarlega reynslu í rekstri og uppbyggingu fjarskiptakerfa á Íslandi allavega með svona 110 ára eða svo. Kannski ekki ég persónulega, en næja. En við höfum allavega lagt ljósleiðara í 35 ár. 1983 er mér sagt að fyrsti ljósleiðarinn hafi verið lagður á sjálfsagt á milli símstöða. Guðni, þú kannski beist þetta betur, en þú allavega
segi frá að þetta er eitthvað villis í mér. Aðeins svona umhverfið. Við erum eins og kannski flesti vita undir mjög ströngum kvöðum bæði frá Póst og Fjar og frá Samkeppniseftirlitinu. Sama þjónusta, sama verð. 2 óháðir stjórnarmenn auk eins sem má vera í stjórn Símans, það má ekki vera starfsmaður Símans. Og öll verð frá Mílu eru kostnaðargreind og háð samþykki Póst og Fjar. Nema ljósleiðaraheimildar til eða fyrir bitastjórnarþjónustu. Það er eina varan held ég sem að eina varan sem Míla er með sem er ekki undir þeirri kvöð að vera kostnaðargreind ennþá. Eftir að koma í ljós hvort að það stenst til framtíðar. Helstu samkeppnisaðilar Mílu eru Gagnaveitan og Tengir á Akureyri. Auku þetta fullt af staðbundnum ljósleiðarakerfum í dreifbýli sem flest eru í eigu sveitarfélaga. En ekki alveg öll, en flest. Ég ætlaði nú svona aðeins að segja ykkur frá þessum aðgangsleiðum sem allavega hjá Mílu við erum voðalega upptekin af. Aðgangsleið 1 er rauninni, eins og sagði, þá þarf fjarskiptafyrirtækið að koma inn í með sínar tengingar inn í símstöð og fara þar yfir okkar kerfi sem inn á DSL-mann okkar eða það sem kallað er aðgangsleiðaskiptir í þjála orði eða nafni. Þarna eru stóru internetveitunar, Síminn, Vota, Nóa, minni aðilar, þeir velja sér yfirleitt það sem kallað er aðgangsleið 3 og þá eru þeir að nýta okkar kerfi algjörlega. Þeir bara koma einhvers staðar á einum stað inn í netið okkar og fá aðgang að öllu landinu. Aðgangsleið 2 aftur á móti, það er enginn sem er að nýta sér þá, en það er hugsað sem svona regional eða svæðisbundin leið og þá geta menn komið inn í eitthvað ákveðið landsvæði. Allt er þetta nú skilgreint af Póst og Fjar og þeir eru líka með aðgangsleiða leið 4. Það var fellt niður þegar aðgangskerfin voru flutt yfir til Mílu frá Símanum. Því að þar er verið að tala internetþjónustu líka, rauninni algjörlega svona virtual fyrirtæki rauninni. Síðan er eitthvað sem maður hefur verið stundum kallað aðgangsleið 0, en það er aðgangur á svörtum fíber. Það er svona, held ég ekki official nafn á ljósleiðaranum, eða þess að aðgangu að ljósleiðara. En menn hafa svona slegið því, eða slegið sig með því orði. Við verum síðan í högun ljósleiðarakerfa. Þá má segja að þetta er nú sjálfsagt mynd sem að margir allan að hafa séð áður. Þarna eru þessi svokölluðu ljósleiðarakerfi. Efst er bara ADSL-runni, tengingar frá símstöð. Síðan er aðeins ljósleiðarinn farin lengra út og kallað Fiber to the Node. Fiber to the Curb er ljósnetið okkar. ADSL, þar er götuskápar nýttir, búnaðurinn settur þar inn og kóparinn er þá einhverjir max 400 metrar venjulega, svona meðaltali 200-300 metrar. Síðan er þarna Fiber to the Distribution Point. Þar ertu komið með eitthvað sem að
svona framtíðar eða svo sem komið að núna, en það er komið með ljósleiðari mjög nálagt heimilunum, en einhver svo kallar G-fast eða einhver afbrigði af því til þess að ná síðasta spölinn jafnvel innanhús. Sen er þetta bara Fiber to Home sem við erum kannski að fara að ræða aðalega hérna í kvöld, og Fiber to the Building, þar er þá einhver önnur tækni heldur en ljósleiðari notað innanhús í fjölbýlishúsum. Það er töluvert vinsælt erlendis en ekki verið mikið hérna. En ef við skoðum bara Fiber to the Home, þá eru þetta þau tækni sem við völdum er Passive Optical Network eða PON. Það er point to multipoint kerfi. Það er einn ljósleiðari sem fer frá símstöðinni. Hann fer út í venjulega allavega eitthvað staðar út í kerfið. Þar eru svokallaðir deilar og deilir þessum eina ljósleiðara misoft, en til dæmis 64 sinnum eða 128 sinnum eða sjaldnar. En allavega þetta er svona samnýting á ljósleiðarann. Yfirleitt eru sem sagt leggirnir frá síðasta ljósleiðara til viðskiptavina. Þeir eru innan við 500 metra. Svo að, en fyrsti leggurinn er yfirleitt langur. Stundum er þessir deilar svo sem hafðir í símstöðum, en það er önnur saga. Síðan er kerfi sem heitir, eða kallað því góða nafni Home Run. Þá er ljósleiðararnir alveg teknir frá hverju heimili, point to point, og inn í símstöð eða tækjahús. Og þriðja leiðin er kallað Active Star. Þá er virkubúnaður út í gullskáp eða spennustöð, og yfirleitt svona innan við 500 metrar. Já, þá voru innan við að vísu. Innan við 500 metrar sem sagt til hvers notenda. Og þarna er þá sparnaður í ljósleiðarum með því að hafa aktívan búnað út í fíldinum. Ef við förum í uppbyggingu kerfa, þá er málið það að Míla eða fyrirrennarar þess hófu uppbyggingu á ljósleiðarakerfi í aðgangsnetum. Var 10-12 árum fyrr voru sem sagt stofntengingarlegar eða byrjaðleggjar á ljósi. Þarna byrjaði að leggja ljósleiðarakerfi í aðgangsnet. Lögðu rör eða kóaxar eða bæði, og í mörgum tilvikum líka ljósleiðari inn í aðalega fjölbýlishús. Þessu þarna það var ekki alltaf ljósleiðarinn, held ég, við höfum kannski sagt mér, eða segja satt að við erum með fleipur. Já, það var ekki sem sagt point, það voru kannski 4 eða 12 leiðari lagðir inn í húsið, en það var kannski fleiri íbúðir í húsinu heldur en ljósleiðari sem var lagðir inn. Rauninni strax þarna var gert ráð fyrir einhvers slags samnýtingar möguleikum. En allavega þessari uppbyggingu var hætt í eldri hverfum 2005, og þá hafði verið lagt í 45.000 heimili
á landinu öllu, gerir ráð fyrir. Aðalega koax svo sem og rör. En áfram var unnið að því að leggja rör og ljósleiðari í Nýhverfi og frá 2006 hefur bara verið lagður ljósleiðari í Nýhverfi. Það hefur verið lagt kopar í einstaka hús eða það er verið að fylla upp í einhverjum hverfum, eldri hverfum, en í öllum nýjum hverfum frá 2006 hefur bara lagður ljósleiðari. Haustið 2009 þá hófum við það verkefni að koma þessu ljósneti á stað. Megináherslan var á FTSL-væðingu. Ljósnet í þá daga var samheiti yfir bæði ljósleiðara og FTSL. Ljósleiðaralagninnar eins og segir var í nýju hverfunum en FTSL var í svokallum brownfield. Þessi ljósnetsvæðing var líka hugsuð sem skref til þess að koma ljósleiðara nær viðskiptamönnum. Við ætluðum, og það var alltaf markmiðið, að taka með þessu skref til að koma ljósleiðaranum í svona það bil max 400 metra frá heimilum, og það var rauninni kannski það sem við gerðum. Já, það var það sem við gerðum. Og meðaltali kannski 200 metrar frá heimilum. 2015 uppfærðu við ljósnetið þess að geta boðið 100 megatengingar á höfuðborgarsvæðinu, Akranesi, Hveragerði, Þorlákshöfn og Akureyri. Þetta er auðvitað algjörlega tilviljun háð að akkur þessi staðir voru valdir. Það var auðvitað ekki samkeppnismoment sem var þar fyrir hendi, en allavega þetta voru staðirnir sem voru valdir. Sama ár þá fórum við að leggja síðasta spölinn inn á heimili með ljósleiðara. Við höfum þá þegar lagt út svona 60% af áætluðum kostnaði við Fiber to the Home verkefni á höfuðborgarsvæðinu með þessum verkefnum sem höfðu verið þarna áður, breiðbandsvæðingunni og lagningu röra og þetta ljósleiðara væðingu götuskápa í ljósnetinu. Núna erum við að stefnum við á það að klára um 60.000 heimili á höfuðborgarsvæðinu, þar sem 60.000 heimili geta fengið ljósleiðara, GPON á höfuðborgarsvæðinu, og við höfum aðgang að 10.000, kannski rúmlega 10.000 heimilum út á landi. Svo allt í allt þá erum við með möguleika á að veita 70.000 heimilum á landinu ljósleiðara tengingu. Á landinu eru svona 100 og það er svolítið á reiki 130-40.000 heimili. Það er enginn sem mér geta sagt nákvæmlega hvað mörg heimili á landinu. Það er í kringum 90.000. Svo við erum svona að koma með 2/3 af heimilum. Síðan erum við með þetta fullt af ljósleiðara á fyrirtækjasvæðum sem er ekki talið með í þessu. En það er klárlega svona dýrustu bitarnir svolítið sem er eftir hjá okkur. Þetta eru það sem við búið eru mikið þar sem við áttum blástursrör
þar sem við áttum, þar sem voru fjölbýli og slíkt, svo að það er örugglega stór bit eftir af fjárfestingunni ennþá á höfuðborgarsvæðinu. Við stefnum að því að ljúka ljósleiðaravæðingu alls þéttbýlis á landinu í kringum 2025. Þetta er í samræmi við rauninni áætlanir ríkisstjórnarinnar ríkisins ljósleiðaravæðingu, og við stefnum á það að styðja við þau markmið. Hérna getið þið séð rörakerfið okkar sem að er á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru hinn ýmsustu tegundir af fjölpípaðir grænt. Blástuðsrör eru svona grá, sem myndi ég að segja, og gula eru önnur rör, venjulega ídráttarrör. Þetta er svona staðan í dag, nokkurn veginn, eða í gær. Við erum í gang. Verðist ekki vera. Þetta er sem sagt ljósleiðara æðingin hjá okkur. Svo að það er allan að komin töluvert af ljósleiðara í jörðu, eins og þið sjáið. En það er fullt af verkefnum eftir samt, sko. Það er alveg klart. Þetta er rauninni kannski mynd sem að sýnir hvaða búnað og hvaða þjónustu við bjóðum á hverjum stað kannski. Gulu þríhyrningarnir eru GPON búnaðar, búnaðar sem að getur, er með GPON kortum í, og eins og þið sjáið þá er þetta orðið skatterað allt landið, vonandi sjáu þetta. Þetta er mikið til út af því að við erum að styðja þetta ljósleiðaravæðingu allt landið og veitum þjónustu á þeim kerfum sem að hleypa okkur inn á sig, skulum við segja, sem eru svo sem flest kerfi. Það er einhver 2 kerfi held ég sem að voru byggð af sem sagt ekki fyrir peninga frá ríkinu, allavega ekki svona offisíalt, og þeir hafa ekki viljað hleypa okkur inn. Það er þeirra val, en þau eru mjög lítil kerfi. Þeir eru áhugamenn ASAM, sem eru kannski orðnir fáir í dag. ASAM er upprunalegu búnaðurinn okkar, og það eru rauðu deplarnir þarna, og þeir eru svona 26 eftir held ég, en það eru það bil svona 10 kúnnar að meðaltali á hverjum búnaði. Þetta er eitthvað sem mun deyja mjög fljótlega með ljósleiðaravæðingunni, og við höfum ekki farið í að uppfæra þennan búnað. Þarna er viðskiptavinni mennilega með tekjamengd tengingar að það marki. Annar staðar erum við með ljósnet 50 megabita sem sagt optisell tengingar, og það var
það er rauninni staðan að allir þéttbýlisstaðir á landinu eru annarkvort kofveraðir með ljósleiðara eða ljósneti í dag. Enda erum við með 99,7% heimila sem geta fengið 2 megum tenginga frá Mílu eða stærri. 97,5% heimila geta fengið 50 megabita ljósnetstengingar eða stærri. Og svo eru 78-9% sem geta fengið 100 megabita tengingar eða stærri frá Mílu. Þetta eru bara okkar tölur, ekki með einhverjum eða sett landsmeðaltali eða eitthvað svoleiðis, okkar kerfi. Við erum með 22.000, stefnum í það í árslok og þetta er svona skemmtileg hokkíkilva þarna. Eins og við sjáum þá var langur aðdragandi. Fyrstu GPON-tengingarnar voru settar upp 2007, svo kom blessað hrunið og þá gerist ekki neitt í nýjum hverfum og þar sem að GPON var bara í nýjum hverfum þá gerist lítið. En frá 2015-16 þá hefur orðið sprengja í þessu og við tengjum þessa dagana svona 1000 á mánuði. Það er að segja fjölgun er kringum 1000 tengingar á mánuði. Á Íslandi er mjög góð netstaða, skulum við segja. Við erum samkvæmt þessari skýrslu frá Evrópusambandinu erum við í 5. sæti af löndum í Evrópusambandinu eða þessum E28 sem þau kalla. Það er Evrópusambandið og nokkur Ísland og Noregur og Sviss held ég. Allan að við erum þar númer 5 með 30 megabita eða meira. Ef við skoðum síðan speedtest, ég hvort ég sjá þetta, en allavega samkvæmt speedtest.net þá er Ísland í öðru sæti samkvæmt með nethraða á föstum internettengingum. Það er aðeins Singapúr sem er fyrir ofan okkur, sem er þetta eins og þetta borgríki. Það er þetta svolítið erfitt að keppa við slíkt. Hong Kong er þetta fyrir neðan okkur, annað borgríki. Og svo er svona innum þessi lönd þar á eftir. Heyri, aðeins kopparkerfin út af því að svona mitt verkfræði hjarta, það slæðir auðvitað aðeins með tækninni á kopparnum. Þetta er miklu meira cool tækni heldur en ljósleiðartækni. Miklu meiri vandamál þar að segja sem það þarf að leysa. Ég veit ekki hvað þið þekkið vigurinn mikið. Vigurinn er rauninni gengur út á það og er á vaftiðselli, gengur út á það að eyða svokölluðu krosstorki eða milliheyslum. En milliheyrsla er það sem veldur rauninni vandræðum á koppartengingum. Það lekur sem sagt merki frá einni heimtök yfir á aðra. En vigurinn gengur út á það að mæla rauninni milliheysluna á hverri línu og setja síðan merki í mótfasa inn á línuna til þess að cancellera út merkjónum frá öllum hinum línunum. Og þetta virkar svona svipað eins og noise cancellation heyrnartól. Þetta er ekkert besta mæling sem við höfum fengið á FTSL með vigurinn.
þetta var nú bara það sem ég fann frá sem eitt Gunni hafði sendt okkur. En þið sjáið að bæði pinghraðin tíminn miklu betri heldur en á venjulegu Matthías-eldteygingum. Hvers sem að við náum hérna einhverjum 100 megabitum. Það er svona allra bestu viðrunarlínun á svona 120 í dag. En allavega ára með fræðin. Við allavega kerfi til þess að móttekur summuna af beinumerki og öllu suðinu, fasaskiptu og öllu dótinu og sendir inn kanselara þessu suðinu og svo að góða merkið kemur í gegn. Og þetta gert fyrir allt dótið og eins og ég sagði áðan þá svona helstu þéttbýlisstaðir með þennan möguleika. Þarna sjáum við rauninni hvað þetta gerir mikið. Efsta línan ef það bara einn notandi á kapli, þá nær hann þessum hraða sem sýndur þar, þó hann sé ekki með vigrun. En bara við það að það komi einn önnur notandi á línuna eða á kapalinn, að þá dettur það niður og komið þarna niður öllu valdi þegar það komin einhver 50 notur á sama kapal. Þessu náum við tilbaka með vigrunartækni og rauninni eins og það sé ekki nema bara einn notandi eða ein lína í notkun á kaflinum. Síðan eins og ég sagði áðan fyrirtæki út í heimi með að nota það sem heitir G-Fast. Hún svona advanced, fyrir miklu hærra í tíðni. Yfir G-Fast þessi 1 þessi 106 megarið. Síðan komin núna út fasi 2 sem eitthvað 212 megarið á línunum og allt þetta með vigrun. En eins og við sjáum þá línulengdnar eru frekar stuttar og svo að með þessu þarf að fara svolítið langt með ljósleiðarann. Og allan í dag þá þetta eitthvað sem við erum ekki að nota að fara þessa leið. Heldur förum við bara með ljósleiðarann alveg heim í hús. En þetta eitthvað sem sum fyrirtæki út í heimi eru að nota til þess að geta veitt rauninni þetta hraðari uppbygging á þessu heldur en ljósleiðara alveg heim til heimilis. Svo að menn geta náð að veita góða þjónustu fyrr. Þetta svona milliskref. Það allavega gríðarleg gróska í lausnum yfir kopar og við séum ekki að gera þetta í dag. Við höfum svona auga á þessu og hugsanlega notum við þetta einhvern tímann í framtíðinni. En við sjáum það ekki alveg í dag. Þarna nú allt sem í gangi, þarna þeir alveg komnir upp í 10 gig tengingar á 70 metra línulengdum. En sá vart þetta komið mjög hátt upp í tíðni. Þetta actual mæling sem við gerðum þegar við vorum að testa
G-fast á sínum tíma. Það er 640 megabitar. Þetta var einhverjir, man ekki hvað þetta var, 70-100 metrar eitthvað. Það er ekki svona 2 ár síðan að við gerum þetta test. Allavega. Við skulum snúa okkur að PON-kerfinu. Ég ætti að spyrja ykkur á þessu spurninga fyrst. Hvað farið mikið hraða út úr gig-tengingu? En tala alltaf 1000 megabita og farið ekki 1000 megabita gegnum gig-tengingu. Færð, ég held ég hef aldrei séð meiri hraða heldur en á þessari tengingu sem að mælingin sýnir þarna. Venjulega fær maður svona 940 eitthvað, 45 kannski. Þetta var Gunni sem sýndi þetta, sendi okkur þessa mælingu. En allavega, vegna overheads og pakkastarðar þá ná menn aldrei meiri heldur en svona 940, 50 kannski, en aldrei 1000. Já, það verið eitthvað brot. Námu þetta alltaf greinlega í 0. En eins og stendur á það, sturlu staðarind. Það er hægt að streyma 125 samtíma hátíð sjónvarpsrásum á svona tengingum. Svo að það ætti að vera nóg fyrir flesta, eins og ég allavega. PON eða G-PON uppbyggingin eða uppbygging PON staðalsins er svo að hún getur flutt mismunandi tækni. Hún getur flutt Ethernet sem er algengast. Staðallinn gerir ráð fyrir að þú getur líka flutt ATM og TDM traffic. Fyrir utan það sem hann getur á sér bylgjulengd fluttur inn í sjónvarpsmerki. Það er svona kabal sjónvarpsmerki. Við erum ekki að nýta það á Íslandi. En búnaðurinn okkar er kallaður OLT, Optical Line Terminal. Við erum með búnað frá Nokia í dag, hét áður Alcatel. Áður en það sameinuðust. Eitt svona búnaður sem er sýndur hérna á myndinni, hann getur tekið 10 línukort og hvert línukort getur verið með 16 PON. Svo á einum svona búnaði sem er, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er ekkert mjög stórt. Þetta er 1/4 úr skápi eða eitthvað slags. Getur verið með max 20.000 kúnna ef þú hefur áhuga á því. Sem að því þú þarft ekkert marga svona búnaði til þess að ná öllum kúnnum á Reykjavíkursvæðinu til dæmis. Þú getur þess vegna lagt niður fullt af símstöðum. Við höfum ekki farið þessa leið. Við erum með búnað í flestum símstöðum á höfuðborgarsvæðinu, ekki öllum. En ástæðan er svo að það hefur ekki verið til nægilega mikið af fíber á milli símstöða. Sparnaðurinn hvort sem myndir ekki ná hann allan í dag því að það er svo mikið á öðru dóti. En kannski gerum við þetta í framtíðinni að sameina og fækka símstöðum. ODN er sem sagt ljósleiðara kerfið sjálft. Ljósleiðararnir, deilarnir, brunnar
smáhýsi og götuskápum eða kjallarum eða hvað þetta er. Það er allt saman dótið á milli sem sagt ONT sem er endabúnaðurinn og OLT. En þarna sjáum við nokkra útgáfur af líka ONT-num. Það voru þarna tvær mismunandi útgáfur af þeim hérna á borðanum. Annað er sett með 4 Ethernet-portum og 2 POTS-portum og hinn er bara með 1 Ethernet-porti og er raunni mótiðinn allt sem við þurfum sábúnaðar. Það er mjög lítill og nettur. En við erum í dag aðalega að nota sem sagt þessa 4 porta ontur og það er hluta til vegna þess að Post og Fjar hefur skulum segja krafist þess að við gerum það með það í huga að viðskiptavinir okkar geti sem sagt geti veitt viðskiptavinum sínum alla þjónustu sem að þeir dettur í hug, þar að segja internet, sjónvarp eða VoIP án þess að þurfa að fara í gegnum routers einhvers sem sagt endabúnað hjá þeim sem að er internet providerinn. Það hefur enginn mér vitanlega nýtt sér þetta í dag. Aðalega þegar menn tengja í ondurnar sem að gerist svo sem, en þá er það yfirleitt til þess að auðvelda sér lagna vinnu eða eitthvað slíkt. Gefantæknin er sem sagt þannig að transmit er sem sagt á 1490 frá DSL-num. Hann sendir þessa gagnaramma Ethernet eða TTM, aðalega Ethernet samt. Þessi gagnarammar fara síðan inn á deila og til ondnana sem eru þar bakvið og raunni allar ondur sem eru tengdar á því bóni þeir fá sem sagt gögnin sendan til sín, en ondurnar taka bara sína ramma eða sín gögn til sín og hérna til þess að gera þetta nú öruggara þá er encryption notuð sem við förum kannski í aðeins á eftir, en það kryptutrafikkin til ondnana svo að aðrir ekki geta fengið eða komist þær upplýsingar, svo að ondurnar hinar ondurnar rauninni bara henda þeim upplýsingum sem að þær er að fá til sín. Á hina leiðina sett frá ondur til OLT þá er notað 1310 nanometrar. Þetta er sem sagt gert þannig að ondan sem sagt eða búnaðurinn mælir tíman á hverju ondu og gefur henni í rauninni tíma til þess að senda sín gögn og OLT úthlutar ondunum auðkennum og það er sín eins og þarna stendur tímaslott. Þetta er þess að TDMA aðferð. Til þess að hámarka rauninni nýtnin á þessum tímaslottum þá er notaður svo kallaður Dynamic Bandwidth Allocation þannig að það er henni ondan sem að hefur eitthvað að senda, hún sem sagt fær timeslot eftir þörfum. Þetta líka nýtir eða kann þessi búnaður sem sagt quality of service
og að virða slíkt. Já, já. Nei, þar það bara allt sendt út eftir quality service. Það svona eiginlega meira svona podcast út af því allar landnar eru bara að hlusta allan tíman, sko. Og aðeins öðruvísi tækni. En allavega, við förum í, það til svona okkar útgáfur af þessum hvernig við setjum deilan okkar. Deilarnir geta, eða þessi algengasta útgáfa svo að þú setur deilana út í kerfið og hefur þá einn ljósleiðara eða fáa ljósleiðara eða einn ljósleiðari í hvern deili í rauninni og hann staðsettur einhvers staðar nálægt hann sér nálægt konunum eða heimilunum. Síðan getur við verið með splitterina í símstöðinni og þá ertu rauninni með point-to-point kerfi frá símstöð til heimila. Þetta eitthvað sem við erum að nota í sveitakerfum út af því að þau eru öll point-to-point kerfi eða svo til öll, ekki alveg öll en flest. En þá splitterarnir bara í símstöð og búnaðurinn okkar svo sami og virknin alveg svo sama. Síðan getur við verið með rauninni tvær eða fleiri dýftir á splitterum og við erum yfirleitt alltaf með allavega tvær dýftir nema hugsanlega í þessum sveitakerfum. Þá það yfirleitt bara, oftast ein dýft bara í tækjahúsinu. En það hægt að leika sér með rauninni splitterana hvað þú vilt hafa. Ef þú ert með splittera kannski sem ekkert óalgengt í höfuðborgarsvæðinu, þetta bara að nýta þá ljósleiðara sem voru lagðir fyrir löngu. Það voru kannski 4 inn í einhverja blokk með 10 eða fleiri íbúðum. Þá setjum við bara splitter í kjallarann á þeirri blokk og síðan annað splitter einhvers staðar út í götuskáp og svo kannski þriðji einhvers staðar í brunni einhvers staðar nær símstöðinni. Og allt þetta hægt að leika sér með og hægt að leika sér með fjölda viðskiptavina á hverjum splitter eða rauninni hverju poni. Sérstaklega varðandi miðjumyndir eftir point-to-point út af tímaröðunum í atvinnunni. Hver núna strenglegin lengd? Sko, pónkerfi, drægni pónkerfa eru svona 60 km. Við höfum lengsta pón sem við höfum, lengst frá 62-3 km sem við höfum lagt eða sett upp, virka fínt. En það má ekki vera meira heldur en, það var allan upprunalega að tala 20 km á milli einstakra viðskiptavina á sama póni. Mismunurinn í kílómetrum á milli þeirra. Þetta hefur breyst svolítið og það búið að slaka svolítið á þessu. Ég held að það sé komið alveg upp í 40 km núna með nýrri tækni. En þetta allavega ekki að valda okkur neinum vandræðum og ég segi, við
með yfir 60 km heimtögar sumstaðar, og þá erum við með símstöðarnar bara kannski í einhverjum þéttbýliskjarna og ljósleiðararnir fara þaðan og heim til fólks og sleppum rauninni kannski öllum sveita símstöðunum sem eru á leiðinni. Þetta er allavega hægt í dag. Vonandi munu menn koma með lausn fyrir okkur hérna í framtíðinni á meiri hraða pónunum. Í dag er það 20-30 km sem að bikkarnir hérna eru sagðir duga þar, en þeir eru sett á teikniborðinu eitthvað sem eiga að fara lengra upp. Það er svolítið mikið afl sem þeir þurfa þessir ljósmódúlar, en þetta kemur örugglega. GPON er sem sagt, eða PON-tæknin er sem sagt algengasta tæknin í ljósleiðara heimtögum, eða Fiber to the Home, og er með GPON er sagt að vera með 2/3. Maður hefur séð PON séð alveg upp í 80-90% af markanum. Eins og sagði, þá er hægt að leika sér með línudeiluna. Við erum með max splitt í rauninni á GPON eru 1/128. Við höfum notast við það sem staðar, en það er aðalega á samkeppnissvæðum. Það er því að við sem sagt, það eru 128 home past runni, því að við sem sagt fast tengjum heimilin hvort sem að það er viðskiptavinur á því eða ekki. Og við svona stefnum að því að skipta upp slíkum pónum ef það er fyrir yfir 64 viðskiptavini, virkaði viðskiptavini á saman póni, þá skiptum við upp í og fækkum splittin. Það er bara gert með því að taka í burtu einn af línudeilunum einhvers staðar fyrir framan og er lítið mál. Í GPON þá er markvarps dreifing sem sagt per pón, þannig að sjónvarpið er, hver rás sjónvarpið er bara að senda einu sinni niður í hverju póni, og hún sem sagt er pikkuð þá upp á þeim ondum sem að eru að óska eftir þærri sjónvarpsrás. Síðan er 10 gig póntækni. Það er póntækni sem heitir XGS pón. Hún sem sagt byggir á því að það er, má segja að þessi skala niður bylgjulengdar pón. Þessi er sem sagt bara með eina bylgjulengd og er 10 gig upp og niður. Bylgjulengdarpónið sem er hérna þar fyrir neðan er með 4 bylgjulengdir í dag, flestur búnar, 8 er gert ráð fyrir í staðlinum. Hver bylgjulengd ræður við sem sagt 10 gig samhvert. Þessi tækni sjá menn fyrir sér að dugi raunni fyrirtækjum og heimilum og fjarskiptafyrirtækjum jafnvel fyrir alla sína trafík, og já, stóru fyrirtækin, fjarskiptafyrirtækin út í heimi, Verizon er að veðja á þessa tækni, en svona minni aðalar eins og Míla kannski er að veðja frekar á eins bylgjulengdar kerfið, því að það er mun ódýrari tækni.
Við pröfum þessi tækni fyrir 2 árum sátt. Vandamálið eða verkefnið allavega er það að ef þú ferð í notenda þjónustu þar sem þú ert að bjóða 10 gig allavega til vísindavina, það þýðir þetta stækkanir á öllum baknetum og er þarlegandi frekar kostnaðarsamt, auk þess sem að búnaðurinn sjálfur er 5 til 7 sinnum dýrari heldur en GPON búnaðurinn. Svo það er, þessi verð er á leiðinni niður. Svo að spurningin er hvenær við setjum þetta á markað. En það er auðvitað ljóst að innan fyrirsjáanlega framtíðar þá mun það gerast að við förum í meira heldur en í GPON. Vegalengdin á Breiðdalsvík, 60 km Já, nei, ekki sem sagt, í dag er ekki til bikkar sem eru svo öflugir. Þetta er svona kannski frekar svona þéttbýlistækni, en það sem að, eins og sagði, bikkarnir ráða í dag við svona 30 km. En það er auðvitað bara tímaspursmál hvenær menn eru búin að sjóða það niður þannig að þeir geta komið með bikka sem að ráða við veglengdirnar, sko. Það er staðallinn gerir ráð fyrir því. Það er bara tæknilegt challenge að gera. Ég er ekki að sjá alveg að við förum í 10 gig kannski í sveitunum alveg strax. Þetta Next Generation PON, það krefst þess að bylgjulengdar, það þarf að sem sagt virkar þannig að hvert port í búnaðinum er með sína bylgjulengd og það þarf þá að vera með svona múksa og það sem kallað er coexistence element. Þetta er allt saman gert til þess að geta sett rauninni allar þessa tækni hvert fyrir sig yfir sama ljósleiðara þráðinn og sömu deilana og þarf ekkert að skipta þau kerfin eitt út. Og það þýðir sem þetta að þú getur verið með GPON ondu, þú getur verið með rauninni alla fleiparúna af PON-tækni og sama PON-i án þess að það trufli hvort annað. Ástæðan er einfaldlega svo að hver tækni þarna er á sinni tíðni rauninni. Síðan eru menn auðvitað, það er aldrei nóg, sko, og að nú eru menn farnir að tala um 25 gig PON á einni bylgjulengd, þeir eru að tala um 50 gig PON á 2 bylgjulengdum eða 100 gig PON á 4 bylgjulengdum. En það er sem sagt staðinn fyrir í dag er sem sagt 10 gig per bylgjulengd, þá er menn komin hérna með 25 gig. Þetta er svona, menn tala svona kringum 2020, allavega þessi fyrsta á þeim, þar að segja 25 gig PON-in. Hvenær þetta kemst síðan verður að veruleika í notendabúnaði, það er venjulega eitthvað aðeins seinna. En þetta er allt saman allavega í gangi. Þetta er svona sýnir, mynd sýnir hvað rauninni
sem sagt stóru fjarskiptafyrirtækin eða símafyrirtækin, innkaupendarnir svokölluðu í Evrópusambandinu og þessum EU28 hafa valið sem sína tækni. Það eru rauninni 24 af þessum aðilum, eða þessum löndum af þessum 28 sem hafa valið GPON eða PON allavega sem sína tækni. Fyrir utan það þá er fullt af svona challengerum eða svokallum ILEC fyrirtækjum sem eru nýja nálinni, þau eru líka að velja PON sem sína tækni. En það eru þarna ákveðin lönd sem hafa svona valið aðra leið af einhverjum ástæðum. Það gæti bara verið það á þeim stöðum hafi verið aðilar með sterkar skoðanir, en hver veit, eða einhver moment sem á við þann markað. En allavega flestir hafa valið eins og við GPON. Ástæðurnar eru þetta nokkrar. Ég held að svona raunverulega aðalástæða er að það er lægri stofn- og rekstrarkostnaður af þessum kerfum, allavega hafa menn reiknað sig út til þess. Það er klárlega mikið minna búnaði. Nýlega er sem sagt með GPON búnað á svona 24 stöðum á Reykjavík. Ég held að gagnaveitan sé með sjálfsagt búnaði svona 150 til 200 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir voru allavega í kringum 130-140 áður en þeir fóru þeir í Kópavog og Garðabæ og Hafnarfjörð. Ég gerir ráð fyrir að það er eitthvað bjölgað þar. Það er líka sem sagt skref þarna í milli skref í hraða. Menn þurfa ekki að fara bara beint í 10 gig, menn geta valið einhver milliskref og svo geta menn farið alveg upp í 40 gig á einu poni. Allt með rauninni saman búnaðan. Já, ef það er vaninn þá er þetta er töluvert eftir sko.
Ok. Jæja. Allavega, það sem ég var að reyna að byrja að segja síðast er það að menn hafa stundum gagnrýnt að Von sé ekki nógu bandvítar eða með mikla bandvít til þess að veita þá þjónustu sem að eru að veita í dag. En málið er að í öllum kerfum þá eru flöskuhálsar einhvers staðar og þeir eru öll með flöskuhálsa í baknetunum, hvort sem það er GPON eða point to point. Það er rauninni þar sem það sem ræður rauninni hraða tenginga hjá viðskiptavinum á endanum, það er rauninni baknetin. Við ráðum rauninni algjörlega hvað við setjum marga kúnna á þetta 2,5 gig og okkar reynsla er svo að hver notandi, hann notar ekkert ofboðslega mikla bandvít á hverjum tíma. Svo að, og þetta er svo stóra tengingar líka sem menn eru að fá, að þegar downloada einhverju, þá tekur það yfirleitt mjög stuttan tíma. Kemur bara svona toppur og bara búinn. Þá er bandvítin rauninni laus fyrir það næsta að nota og fá aftur svona topp. Og það er ekkert mjög algengt að menn lendi á einhverjum flöskuhálsum í því. En ef það verður í framtíðinni að þá er rauninni leiðin bara að fækka notendum á hverju póni fyrir sig með því að taka bara einn deil í burtu eða taka deili sem er 1:4, breyta honum í 1:2 og búin að helminga notendur á póninu. Pón er leið til þess að margfalda fíbera. Svo ef þú ert í vandræðum með fíbera eða ljósleiðara, þá bara notar deila. Þar af leiðandi má segja að pónkerfi séu sveigjanlegri heldur en point-to-point kerfi að þessu leyti. Maður hefur gagnaveitu eða framkvæmdastjóra gagnaveitunar lýsaði yfir að í mörgum tilvikum þá eru þeir orðnir uppiskroppa með fíbera á ákveðnum stöðum og ákveðnum leiðum. Við svo sem þekkjum þetta frá koparkerfunum sem eru þetta point-to-point kerfi. Að það kemur að því að annarkvort verður að leggja alveg gríðarlega mikið af streng eða þá að kemur að því að hann klárast. Þá er að leggja nýja streng. Í pónkerfi þá setur við bara splitter. Sem þess að við erum líka svolítið með aðra högun heldur en gagnaveitan. Þeir eru með þessar spennistöðar sína sem eru mjög margar á höfuðbrúnsæðinu til dæmis. Og meðan við þyrftum að leggja ljósleiðarann alla leið inn í símstöð sem eins og eru þar leðandi margir kilometrar oft á tíðum. Og meðan þeir eru með sínar spennistöðu kannski í einhverjum 100 metra fjarlægð frá heiminum. Þetta myndi allan að þýða það ef við myndum fara í point-to-point kerfi að það er gríðarlegur fjöldi af ljósþráðum inn í stóra símstöðar og kannski eitthvað 10-20.000 strengir inn í þær þræðir inn í allra stærstu. Með tilheyrandi raunni raski út af því að rörin núverandi rör myndi ekki taka þetta magn. Það þurfti þá að grafa nýja stofna. Auk þess teljum við að ef að svona stórir stofnar fara í sundur þá taki það óvarlega langan tíma að koma þeim aftur í lag. Það tekur svo sem alltaf að batna en það tekur ennþá töluverðan tíma að splæsa hvern þráð saman.
aðeins að fjalla þarna kryftunna sem að er á GPON-tengingum, sem að er jú út af því að hún er point-to-multipoint tækni, en sem sagt kryftun er svo að það er Advanced Encrypt System. Búnaðurinn okkar í dag notar 128 bita kryftun. Staðallinn gerir ráð fyrir jafnvel ennþá meiri kryftun en það. Ondur eru ekki með local interface, svo að notendur eiga ekki auðvelt með að komast inn á slíkan búnað. Þeir þurfa allan að þá að vera vel af sér í elektróník. Ondur í kerfunum, þær eru ekki samþykktar sjálfkrafa, ólíkt Ethernet-kerfum eða tengingum. Setur Ethernet búnað á Ethernet-port að þá bara kviknar á þeim og ekkert mál. En í GPON-kerfum þá þarf að samþykkja hverja einustu ondu, það kviknar ekki á henni fyrir en að það er búið að samþykkja hana sem slíka. Síðan er þessi Advanced Encrypt System sem sagt skipta út lyklunum á með reglulegu millibili eða óreglulegu millibili og skipta þeim út og byggja þar að landi upp öryggi á línunum. Þetta er eitthvað sem að Ethernetið er ekki með. Og sem sagt auðvitað til þess að fá ennþá betri öryggi þá alveg mönnum auðvitað að nota sem sagt þau öryggistól sem að er í boði á IP-kerfunum þar ofan á líka. Bara svona sýni ykkur að það eru flestir sem að velja GPON, líka Vodafone í Evrópu. Og þeir segjast vera með stærsta next gen net í Evrópu, en það eru þeirra svo sem á mjög mörgum stöðum. Ja, allavega þeir eru bara ánægðir með PON-tæknina. Þetta er bandbitagraf frá síðustu viku. Það sýnir bandbit á einu poni. Þið sjáu að þarna eru spækur upp í einhver 600 og eitthvað megabita. Og þarna á bakvið þetta poni eru það er að vísu svolítið margir, þeir eru 72 held ég. Sem að þýðir það að við þurfum að splitta þessu poni mjög bráðarlega, bara svona upp að halda reglun okkar að hafa bara 64 á hverju poni. Eins og þið sjáið þá er bandbitin, hún er mjög ósymmetrísk, mun meiri bandbit til, sem sagt efri myndin sýnir sem sagt bandbit til kuna á poninu og hinn sýnir bandbit frá kunum. Og eins og þið sjáið þá er svona meðal bandbit eitthvað 150-200 megabitar á til kuna og hvað er þetta? Þetta er ykkur 20 til frákonum. En það sýnir þetta líka þetta trend. Þetta er sem sagt heildarbandbit frá einni símstöð á höfuðborgarsvæðinu. Það er svona bil 8-faldur munur á trafík sem sagt niður til viðskiptavina heldur en frá þeim. Þegar við tökum toppana hérna sem eru þarna einhver 8 gig rúm og deilum með fjölda viðskiptavina á þessum búnaði, þá fáum við bil 3 megabita
sem sagt í topp álagi sem að hver er að kosta eða tekur frá kerfunum. Það er nú öll ósköpin. Þetta það er svona helmingurinn af þessum viðskiptavinum eru sem sagt GPON viðskiptavinir með gigabit tengingar. Restin eru VTSL viðskiptavinir með 50 eða 100 megabita. Er sjónvarpstrafík hérna þessu? Já, þetta er öll trafík. Það sér það hérna á þessari, sér það alla, veist, þetta er sjónvarpstrafík fyrir þessa 70 og eitthvað kuna, það er yfirleitt allir með sjónvarp í dag. Annarkvort á sjónvarp frá fjarskiptafyrirtækjunum eða þá over the top. Og það er samt ekki meira, sko. Það breytist náttúrulega með 4K. Breytist. Með 4K. Ég veit það ekki, jú eitthvað, en 4K er, það er, fer eftir því hvað það er kóða. Ég veit að Síminn hefur verið að prófa 16 megabita ströma. Þeir hafa farið niður í 8 eða 12 megabita ströma og eru mjög sáttir við niðurstöðuna af þeim prófunum, svo að bara með góðum kóðurum þá þarftu ekki svona mikla bandviti eins og menn er að tala um, sko. Og kóðvarar er alltaf verða betri og betri, sko. Það er bara trendi, sko. Svo ég segi nú bara hreint út, það er engin tækni í dag sem að krefst gig-tenginga. Það er engin þjónusta sem að krefst þess. Það er samt og cool að vera með gig-tengingu og þú fær bíómyndina þína sem þú ætlar að horfa á kannski á svaka miklu hraða, en samt sko flestir í dag þeir streyma. Straumarnir eru yfirleitt takmarkaðir við einhverja fáa megabita. HD-straumurinn hjá sjónvarpi Símans eru 4 megabitar. Fyrir einhverjum árum þá voru þeir eitthvað 8 fyrst, já 12 og svo 8. Bara með betri kóðum þá gátu þeir sömu gæði, helmikið minni bandvit. Svo að þetta er trendi. Niðurstöður allavega okkar voru þær að point to point eða sett point to multipoint, sett PON er ódýrari uppbyggingu og veldi sömu þjónustu og point to point kerfi. Í point to point kerfum þarf að leggja mun færri ljósleiðara og hægt að nýta fyrirliggjandi rör. Rekstrarkostnaðurinn er líka mun minni af okkar áliti og svo sem flestra sem hafa skoðað. Það er allaugljóst að minni búnaður kostar minna í hýsingu og rafmagni. Það tekur klárlega styttri tíma að splæsa saman ljósleiðurum sem hafa farið í sundur í point to multipoint kerfum heldur en point to point kerfum. Við sjáum þarna strengi sem voru grafnir í sundur við Tanngarð í haust. Ég held að þetta veri það bil 1500 símalínur sem voru teknar þarna í sundur. Og það tekur svolítið tíma að koma þess saman aftur. Ef þetta hefði verið allavega ljósleiðarar. Og eins og það, sveigjanleikinn er meiri, markaðshlutdeild er yfirgnæfandi í PON-kerfum. PON-kerfin eru samt alveg fín kerfi, ég er ekki að segja það. Það er bara, við viljum segja, þú fær
sömu gæði fyrir minni pening. Hérlendis það já, ég meina á bara út á markaðnum já, það hafa ekki aðrir á Íslandi farið í gibbon, það alveg rétt. Hver sem ástæðan kannski eru menn hræddir við flækjusti. Ég veit það ekki. Ég hef svo sem ekki fengið almennileg svör. Þetta þeir aðilar sem er í dag að veita þjónustu á sveitakerfunum, það nú eiginlega bara við og svo Vodafone. Vodafone þetta stórir á gagnaveitukerfinu. Þannig að þeir eru þetta manari íþernett-tækninni og vilja kannski bara halda sig við það þar af leiðandi, vera með einsleitt kerfi. Ég hugsa að það sé aðalástæðan fyrir okkur þeir hafa ekki farið í PON þjónustur. Það er klart að Vodafone móðurfyrirtæki eða fransæsfyrirtæki er með GPON, svo að þeir ættu svo sem alveg að geta gert það líka. Smá ljósleiðaravæðingu sveita. Allir er einhvern veginn að fara að sofa. Nei. Það er búin að lofa fljótur. Það var auðvitað mikil press á að fá bjart samskipti, fjarskipti til heimila og fyrirtækja í dreifbýli. 2015 kom skýrsla Ísland ljóstengt sem að vildi lagði til ríkisstyrki. Sú skýrsla gerði ráð fyrir 4000 staðfengum, held ég að ég sé að fara með rétt. Það er líklega vantalið. Menn finna alveg ótrúlegustu út því að það er styrkur per staðfang sem að fer eftir ákveðnum reglum. Og þá finna menn alveg ótrúlegustu staði sem þeir vilja ná styrknum á. Ég held að þetta verkefni hófst 2016 og það er þarna þessar 450 milljónir pluss 100, reynir 550 í allt sem notaðar í þetta á ári. Sveitafélag eða notandi þarf að leggja til að lágmarki 350.000 kalls. Er það ekki ennþá í þessari úthlutun núna að þetta er reglan? Áður heldur en að ríkið leggur til nokkuð skapaðan hlut. Það er búið að leggja til eftir því sem ég telst eða allan að ég held að svona 2500-3000 staðfeng. Gróft séð. Mér sýndist allan í kerfunum okkar. Það á að vera sem sagt 1500 sem er eftir að fá styrk, en það eru sem sagt einhver góðu slatti af staðfengum sem hafa fengið styrk en er ekki búið að virka ennþá. Svo þetta verður klálega eitthvað meira heldur en 4000 held ég að lokum. Samkvæmt ríkinu þá þessu verður lokið 2021. Þetta er mynd sem að sýnir staðfeng þar sem að Míla hefur aðgang að ljósleiðara. Annarkvort þessi bláu punktar, það eru sem sagt GPON kerfi Mílu, þar sem Míla á bæði bitastrauminn og ljósleiðarann. Og rauðu punktarnir eru þar sem við erum yfir ljósleiðarakerfi annara. Svo að það eru 2-3 kerfi sem við höfum ekki aðgang að á landsvísunni. En það er eins og þeir eru flest byggð upp áður heldur en að þetta styrta prógram fari í gang. Jæja, það sem allir hafa byggð eftir, innanlandslegnirnar.
það var farið að styttast í þessu hjá okkur. Allavega innanlandslæknir. Þetta er búið að vera stöðugur ströggl við gagnaveituna og milli okkar hvernig á nú að leggja þessa blessuðu innanlandslæknir. Gagnaveita vill hafa þær heilsblæstar meðan við viljum hafa sem sagt tengibretti svokölluð eða PATS-panela á góðu fagmáli. Póst- og fjarskiptastofnun komst að þeirri niðurstöðu að það ætti að vera PATS-panelar, en þeir gáfu sem sagt þann möguleika að gagnaveita myndi halda áfram að vera með soðin fíber, en það átti samt bara að vera sem sagt þá að leggja 2 fíbera eða þræði upp í hverja íbúð ef að það er gert, og það var þeirri 1 þráður sem að væri þá heilsoðin við heimtaug gagnaveitunar, en hinn þráðurinn væri tengdur upp á PATS-panel fyrir alla aðra að nota. Og Póst- og fjarskipti allavega, þeir hafa sagt þetta, eins og ég segi, það á að vera alltaf tengibretti. Aukaþráðurinn innanlands fjarskiptalagnir er í eigu húseiganda og ábyrgð húsbyggjanda í nýbyggingum að leggja þessar fjarskiptalagnir. Svo þeir eiga ekki að komast upp með það að sleppa þeim og ætla svo til þess að við eða gagnaveitan leggi það fyrir fjarskiptalagnirnar á eftir á. Þetta er svona mock-up sem við höfum gerðum einhvern hvernig við sjáum fyrir okkur, eða hvernig við sjáum og erum okkar lausn í rauninni á í þessum málum. Það er þá efri kassin er sem sagt tengikassi fyrir innanhúslagnir húsins, og þarna er þetta tengibretti margum talaða í þessum kassa. Efri kassin er þá inntakskassi Mílu eða annars fjarskiptafyrirtækis, og það er þá bara patsar þarna á milli, og það er breytt eða tengt bara á milli fjarskiptafyrirtækja með þessum pötsum. Þarna er líka greinikassi sem að væri þá upp á hæð í fjölbýlishúsi. Endingu eru þarna innanhúskassarnir okkar, litlu boxin, og síðan þá svo kölluð línuslaufa á máli Póst- og fjar frá rauninni þessu innanhúsboxi og yfir í ondunar okkar sem eru þarna 2. Við erum hafið svo komin með mun styttri pattsnúrur og hvítar, svo að kannski ekkit frábær þessar gulu snúrur svona innanhús á heimilum, en það eru allan aðeins fallegri, og þær eru eiga að vera sem sagt vera lagaðar ekki svona höng, ekki uppringaðar. Svoleiðis er það allan í dag. Áfram greinir, þetta er það sama nokkurn veginn. Innanhússtrengurinn þarna kemur inn í íbúðina, eða kannski ef við byrjum á þess sem er kjallara, þá er þessir
húskassi í miðunni og svo tveir inntakskassa frá sikkoru fjarskiptafyrirtækinu þarna vel til hliðar og það er og millistrengirnir síðan notaði til þess að patsa inn á tengibrettin fer síðan upp á greiningkassa inn í íbúð þar sem endatengin eru og pattsnúrur notaðar til þess að tengja endabúnaði. Þetta er skýr skipting á eignarhaldi og ábyrgð að okkar áliti. Húseigandinn á innanhúslögnina og fjarskiptafyrirtækið á lögnina frá inntakskassa og til tækjahús. Það er hægt að ef það kemur eitthvað upp á þá er hægt að mæla og eins og það er auðvelt fyrir ef það eru mörg fjarskiptafyrirtæki að færa kúnnana á milli sín. Þarna er meira svona þessa tengilistalausn og tveggja kassa kerfi. Okkur stuttasvarið er nei. Það er búið að vera svona kærur fram og tilbaka á fullu sko og út af því að gagnavitan vill ekki notast við tengibrettin samkvæmt reglunum þá á tengibrettið að vera megin reglan. Það er ef það er lögð innanhúslögn þá verður það að vera tengibretti en þeir mega setja aukaþræði sem að sjóða beint við sinni eigin fíber. Ástæðan sem þeir eru hræddir við eru aðalega segja er allavega einhverju öryggisþættir. Það er kannski skiljanlegt því að þeir eru ekki með dulkóðun á sínum merkjum. Og Íþernet svo sem var hugsað sem upprunalega bara sem landtengingar. Svo það er kannski, þú verður allavega að vera með eitthvað auka laga til þess að fá öryggið á Íþernettengingar. En allavega, Póstafjár hefur ekki verið neitt opaslega duglegt að fara í eitthvað svona, hvað skal segja, sem sagt vettvangsferð. Þeir hafa fórað við þessu í sumar í vettvangsferð og skoða eitthvað. Já, ég hugsa að það nú verið aðalega þeir. Ég veit ekki hver fór, en mér líklega alveg fræðið mitt. Allavega. En reglur Póstafjár, eru það ber mönnum að fara eftir þeim eða er það bara eitthvað leiðbeina til þeim? Nei, mönnum ber að fara eftir þeim og samkvæmt nýjasta úrskurði út af því að vandamálið er að húseigandi er alltaf látinn bera ábyrgð á innanhúslögnum. Hann á innanhúslögnar þó svo að fjarskiptafyrirtæki hafa lagt þar og að húseigandi hafi rauninni ekki vinsvit á innanhúslögnum, þá er alltaf húseigandi sem ber ábyrgð á þeim. Og þá er svo erfitt að segja, ok, þú átt þessa lögn, þú lagar hana. En því að hinnir segja bara, nei, já, ég lagði þessu lögn, en ég á hann ekki lengur, ég lagði hana bara. Þú verður að fara í mál við húseigandann ef að þú vilt láta laga þessa lögn. Sko. Og það hefur verið svolítið ströggl að fá það gert. Klálega, það viljum við ekki fara í mál við húseigendur sem að eru rauninni allsaklega fyrir þessum málum og við séum ekkert hvað voru kannski að skrifa upp á þegar þeir voru að samþykkja eitthvað plagg frá gagnaveitunni. En það sem að Póstafjár gerði í nýjasta úrskurði sínum var það að núna er sem sagt fjarskiptafyrirtækjum óheimilt að tengja notendur inn á sem sagt innanhús fjarskiptalagnir sem eru ekki
up to scratch eða uppfylla ekki þessar kröfur. Svo að núna ætti maður vera bannað að tengja viðskiptavinni þó að þið gera þetta. Svo það ætti vera svona að vera svona smá svipa á þá. Og mjög líklega að vera það næsta klögumál okkar á milli að klaga út af þessu. Þetta er vandamálið, þetta er að þessar reglur eru kannski hafa ekkert verið upprunalega neitt ofboðslega skýrar sko. Voru eiginlega frekar óskýrar. Svo það var alltaf átt að finna einhver svona loophole sko í þeim. Og það er að hluta til út af því að, eins og segir, það voru lögfræðingarnir sem skrifuðu reglunar, en kannski töluðu ekkert ofboðslega mikið við tækni svið Póst og Fjar fyrir voru að því. Hvað er það? Míla, þetta séum við skal, það er ekkert kjaftaði þarna í þessum texta. Inntak skal vera staðsett þar sem starfsmenn Mílu hafa greiðan aðgang. Það nú líka verið eitt að stundum hafa þessar lagnir verið í lokuðu rýmum eða á læstum eða í læstum skápum, svo að við höfum ekki komist í innanhúslagnar með herkjum. Allavega, inntakskassar skulu staðsettir í sameignarrými. Þeir þurfa að vera sem næst lagnarleiðum innanhús og miðast við að séð í sæmilegri vinnuhæð. Svo skal hafa í huga að við frágang á lögnum að beygju, radíus, ljósleiðara má ekki voru krappur. Það er þó mun skárra í þessum G657A ljósleiðara sem að kom tiltölulega nýlega allavega á markaðinn. Hann þoli miklu krappari í beygju heldur en þessi hefðbundni innanhúsljósleiðari. Ég var nú ekkert að fara át í einhver nákvæmar útskýringar á beygjuradíus. Man geta bara lesið sér til þetta í fyrirmælum framleiðanda. Ljósleiðari skal vera í röri eða stokkum og fest hann eða sómi sé af. Lagnavinna skal gerð í samkomulagi við húseiganda. Þetta eru inntaksbóksi fyrir einbýli. Það er rauninni svipað eins og litlu íbúðar bóksinn sem voru með þarna áðan, nema hérna er sem sagt útiljósleiðarinn tengdur þarna inn á þetta bóks. En þetta er sett með pads. Hann tengist bara við ondurnar með tengisnúri. Þarna er búið að opna bóksið, þetta er nú kannski sýnist að það er ekki saman bóks en annar lítur að hana. Þetta er svona, gerir sama gagn. Þetta er dæmi húskassa í nýbyggingum sem að annarkvort svona bara lýsu bóksið ykkur með padsnúrum. Hérna er efri bóksirunni er þá eins og áður bara á húskassa eða sett innanhúslagna hlutin og neðra er þá inntaksstrengurinn. Eða þá menn geta setta bara upp í 19 tommu rakka og málið er rauninni dautt þar. Þægileg lausn, þetta er bara nýbyggingar og menn ættu að geta komið slíkum kassa fyrir auðvitað. En allavega Míla setur upp inntakskassa fyrir sinn strenganda og engum öðrum en Mílu heimilt tengja sig inn á tengibretti eða setja upp tengibretti á inntakskassa Mílu. Eingöngu skal tengjast við enda tengilista. Nú sagði 19 tommu rakkar. Og allt það sem ég er búinn að segja raunni. Glemdi eitt að taka hann.
þessi lausn sem að við erum að gera hérna á Íslandi, hún er svona frekar uník því að allstaðar annars staðar í Evrópu þar eru menn bara með patsa, það er ekki sem sagt leyfðar þessar splæsi tengingar nema í Sviss. Þar virkar það þannig að sem sagt menn leggja 4 þræði upp í hverja íbúð og tengja hana og það eru þá kassettur niður í kjallara sem að menn geta tengst inn á og soðið sinni fíber. En annars staðar eru notaðir rauninni tengilista lausnin sama og við erum með hérna, nema bara hérna erum við með svona smá tvist á henni með að leyfa bæði. Þið sem hafa ekki búin að sjá allar stórlegu staðreyndirnar sem ég er búin að vera með á hinum þessum stöðum í kynningunni. Ég get allan að lesa þér hérna svona þær og flest aðrar eða nokkrar aðrar. Þetta er búið að vera mikil framþróun á þessum ekki 20 árum. Ég er búin að vera í þessu frá 1997. Ég er búin að sjá svona þessar breytingar allar first hand. Og þetta bara er gaman, þetta er meiri hraði, það er mottóið. En allavega, ég veit svona að komið að lokum. En allavega við erum búin að leysa svona bandwidth problemið. Gamall og góður brandari. Takk fyrir. Einhverjar spurningar? Encryption, já. Já. Já, það er kerfið sem gerir það. Skiptir einhverjum lyklum, sem sagt, kryptólyklum, það er hluti af staflegum. Það er ekki það að við þurfum að fara inn.